Skamma hérna fyrir mig, þetta fyrir mér sko, þetta bara svona. Mikki. 6, 1, 8, 2, 9. 8, 2, 9, 5. Ok. Svona, það 38. Þetta 832 dæmd Galsadóttir. Galska? Galsa, sem Þórir sýndi. Hún heitir Kolfreyja frá Þúfu. Ok. Og hefur þennan miður hálsinn á henni? Hæ? Hefur þennan miður hálsinn á henni bara all tíman eða? Já. Ok. Þetta bara merkir þá þetta fer ekki neitt. Svo þegar ég fyrir svona. Já, nákvæmlega. Þá bara, ég svo auðvitað að finna þetta. Já. Og hvað konsert alveg saman þetta? Býtur hún þetta af? Nei, hann vil fá það merktar. Þetta bara stimplaðar rissur. Gæða vara? Já, gæða vara. Nei, það mjög opast að þægilegt að vinna þetta svo tilbaka, þetta er svo mikið að mér. Að flokka þeir og þegar maður klippir rakar í það, þá náttúrulega þetta kannski orðið afmáð eftir 25-30 daga og maður með 15-20-30 brúnar rissur og brúnfólot líka. Svo það Þetta er snöð. alltaf þú að vera inni eða úti? Hæ? Það stótt okkur að það er spænur undir hólum eða? Þetta er því að vera inni? Svona, þetta er svona öryggisveitir. Sér það? Já, nei, Þetta er fínt hjá því. Það ætla að ganga frá þessu eins og þetta var. Gammalt bara skallanótur. Svona. Og nú förum við bara með stelpunni. Nei, þið fara á bílum og þið eldið þarna. Við eldum. Já. Kemur þú með? Nei, þá fer ég ekki með. Og þú ringir í mig. Syngi ég þig? Hverjar? Látusnóttu eða hvað? Þegar búin að svona. Já, meina það? Já. Það verður ekki fyrir en svona cirka 8. ágúst þegar ég kem heim frá Svíðið. Vistu að við erum að missa þig, Hafliði. Hvernig hvað er eftirminnilegast, hvað fannst þér eftirminnilegast á landsmótinu? Top of your head. Eftirminnilegast á landsmótinu var góð stjórnun, frábært veður, toppskipulag og góð dómgæsla. Ok. Ykkur hestur sem að stóð upp úr? Nei, þeir voru svo rosalega margir frábærir. Það var enginn sem stóð upp úr frekar en annar. Frábærir hestar og flotti knappar. Og landsmótið Reykjavík til að vera? Já, ekki spurning. Ekki spurning vegna þess að þetta er bæði hestvænt og knappavænt. Og að sjálfsögðu bara afskaplega þægilegt fyrir áhundur að vera þarna og geta svona damlað. Þetta er löng prógram, margir dagar og geta þá svona farið í einhver aðra afþreyingu þess á milli og svona þurfi ekki núna að sitja yfir öllu og veðrið var náttúrulega frábært en það bara hefði engu breytt hana með veður vegna þess að það var alltaf skjólbak með öll hús inn í reiðöll og góðar veitingar á hóflegu verði og ég var nú að lesa hana hestafrétti minni að menn hefur verið að tala hvað kostar hann inn. Þetta er sko gjafaverð, ef maður segir sem svo 10.000 fyrir þá sem er náttúrulega forsjálir og hugsa aðeins framfyrir sig en ekki bara í núið að borga 10.000 krónur fyrir 7 daga sýningu og skemmtun með öllum þessum skemmtiatriðum. Ég meina, þetta var ódýrara heldur en að fara að taka bara sko rútuna frá Kolsvundi til Reykjavíkur. Og í alla staði var rosalega vel staðið að þessu og gekk allt upp og nálgun við fjölmiðla sem náttúrulega höfum alltaf þurft á að halda og langað að vera fáðu meir inn í. Þetta var náttúrulega bara svakalega góð umfjöllun landsmótið og sýnt beint á 2 stöðum bæði RÚV og Stöð 2. Og svo auðvelt náttúrulega nálgun fyrir fjölmiðlanum, þeir áttu svo auðvelt með að senda allt sitt fólk. Já, þetta er náttúrulega miklu meiri batti heldur fólk heldur að fara að senda heilu bílana og tækjabílana og mikið af starfsmönnum og tökumönnum og hljóðmönnum og tæknimönnum. Svo þetta var algjör snillt. Takk. Góður! Veltum. Það sagði. Ha?